Góðan dag og velkomin í Gunnhann Brasar. Gunnlaug Hannesdóttir heiti ég og ég vinn og hanna undir merkinu Gunnhann. Og þið finnið mig bæði á Instagram og Facebook undir því nafni. Nú eru komnar 3 vikur síðan ég var sett út seinasta þátt. Og það er vegna þess að seinasta helgi þá var ég í því að klára verkefni til þess að geta skilað. Ég var eins og ég talaði áður að þá tók ég 2 kúrsa í háskólanum, svona textílkúrsa, og þá ég átti að skila verkefnum og skýrslum og svona þarna á mánudeginum, þannig að helgin var bara undirlögð í það að ganga frá því öllu. Og ég ákvað að bæta ekki ofan á þá vinnu að taka líka upp og setja út. En nú er ég komin og ég kannski bara byrja á því að segja í hverju ég er. Og það er jakki. Þetta er jakki sem ég gerði núna fyrir kúrsinn. Verkefnið einfaldur fóðraður jakki. Ég tók upp snið af rauða jakkanum mínum og ég gerði þennan aðeins öðruvísi. Ég ákvað að vera ekkert að hafa neitt tölur, sleppti því alveg og hafði bara mjög einfalda vasa. Var eitthvað að spá ég að fara að gera eitthvað svona krúsidúluvasa, en þar sem þetta efni er svo munstrað að þá ákvað ég að það var ekkert sniðugt. Vasarnir sem ég ætla að ná hérna í bókina. Vasarnir úr þessari bók sem ég sýndi ykkur daginn, sem mér finnst vera mjög smart. Að þetta hefði ekkert komið nógu vel út í þessu efni. Það er best að þetta sé úr bara einlitu. Og þar sem ég á hörefni inn í skáp í flíkur, að þá ákvað ég nota bara þessi vasasnið í einhverja af þeim flíkum. Við það að vinna þessi verkefni þarna í háskólanum, að þá hefur það kveikt svolítið í mér að sauma föt, og ég ætla að halda þessu áfram. Ég er búin að taka upp snið af nokkrum flíkum og ætla að nota næstu vikur í það að sauma mér kjóla og mussur og eitthvað svona og nýta þá. Ég þarf ekki að kaupa efni. Ég á slatta heima, þannig að ég ætla að fara að vinna í þessu og poppa svolítið upp fataskápinn hjá mér. Ekki það að mig vanti föt, en það er alltaf gaman að fá eitthvað nýtt og ekki verið ef maður getur gert það sjálfur. Ég er búin að vera að prjóna svolítið mikið núna í kjólunum. Ég myndi eiginlega segja að þetta sé kjóll eða vesti, sem er bæði fyrir mig og samstarfskonu mína. Það er að segja, ég er að gera 2 stykki. Það er Parachute eftir Stephen West, og það sem að ég er búin með framstykkið á þessum. Sjáu þetta svona. Og nú er ég að prjóna bakstykkið. Ég var búin með bakstykkið niður fyrir ermaop og er að prjóna núna og þá fer þetta saman við framstykkið. Sjáu þetta? Jú, það ekki. Þannig leið og ég er að prjóna hérna niður, að þá festist það hér við framstykkin, og ég á eftir að prjóna svo mikið sem hingað. Og svo er spurning hvort að ég taki síðan upp lykkjur neðan og sýkki aðeins meira. Hún var að tala það, sú sem að færi þetta, að hún vildi hafa svolítið síðan, en ég veit ekki alveg. Hún þarf náttúrulega bara að máta hann þegar ég er komin, er búið með bakstykkið, og ég held að jafnvel að þetta verði alveg nóg. Ég veit ekki alveg hversu mikið það ætti þá að fara niður fyrir. Ég held að þetta sé nokkuð sítt á hana, og þegar verður búið að þvo þetta þá teygist náttúrulega svolítið á þessu, en ég held hún vilji fá svona smá kant neðan á.
En það kemur bara í ljós. Það, við sjáum hvernig það verður þegar ég er búin að prjóna þetta allt saman. Og síðan kemur svona I-kord í hálsmálið og í handveginn. Þetta er náttúrulega svolítið víður handvegur. Þannig að þetta er það sem ég er að gera fyrir hana. Mér langar svolítið að klára hennar núna fyrir jól. Ég veit ekki hvað það hefst hjá mér, það kemur í ljós. En ég er líka að gera fyrir mig og þá úr þynnra garni, fíngerðara garni. Og ég er búin hérna með framstykkið. Og það er svona. Og ég er byrjuð á bakstykkinu. Það er hérna. En er ekki komið nógu langt til þess að fara að setja þetta saman. Ég sé að prjóna þá. Já, svo þið sjáu sko, hérna er hálsmálið, hérna kemur ermaopið og þessi hérna partur er prjónaður, sjáu þetta, það sem ég held og hérna niður á horn, það er prjónað við bakstykkið. Og það sem þetta er svona fíngerðara garn, að þá verður þetta náttúrulega minna stykki. Það verður hérna ekki eins sítt eins og hitt og þannig að ég hugsa að ég búi til eitthvað undir, þess að setja eitthvað kantana fyrir neðan en ég sé líka bara til þegar ég er búin að setja þetta saman. Það er svolítið gaman að vera að gera þetta svona 2 stykki sem eru úr sömu uppskrift en mismunandi garn og sjá hvernig breytingin er. Og líka að þetta eru allt öðruvísi litir og svona. Þannig að útkoman hún verður svona öðruvísi, mismunandi á milli stykkjana. Já, ég var á námskeiði hjá Storkinum í frjálsum húlsaum hjá henni Katrínu og ég setti á mig áskorun í seinasta þættum að ég ætlaði að klára þennan útsaum og ég stóðst áskorunina að því leyti að ég er búin hérna með þessa buddu, þetta var budda sem við gerðum og ég er búin með það. Svo ákvað ég að prófa líka að gera úr grófari jafa og grófara garni af því að þetta hérna er svo fíngert að þetta tók alveg heljarins tíma og mikla einbendingu og stekkunagler og ég veit ekki hvað og hvað. Þannig að ég prófaði þetta. Þetta er úr svona grófari jafa og verður ekki að sýna ykkur réttuna? Jú. Ég er að hugsa hvort ég eigi að sauma eitthvað utan með eins og hér í þessu að þarna eru gerð tré og það eru gerð höfuð og svona dótar í. Ég veit ekki hvort ég ætla að gera eitthvað hvort ég ætla að sauma eitthvað hérna svona út fyrir. Það kemur í ljós. Og ég gerði þennan og svo gerði ég þetta hérna líka. Og ég er ekki heldur búin að sauma hérna út fyrir eitthvað. Ég veit ekki hvað ég geri og hvað ég ætla að nota þetta í en ég ætla allavega að finna út úr því núna og gera þetta. Ég ætla ekki að hafa þetta bara sem einhverja prufur hérna og láta það liggja hér næstu árin, bara svona útsaumaðar prufur. Mér langar að finna eitthvað verkefni til þess að nýta þetta í. Og auðvildast, einfaldast væri að setja þetta í buddur eða poka eða eitthvað svoleiðis. En já, ég er svona að spá í þetta. Ég sá á einni síðu á Facebook þar sem að kona var að auglýsa bútasaumsefni til sölu. Hún svona, já, var að taka til í sínum lager og ákvað að losa sig við eitthvað af þessu. Og ég ákvað að versla svolítið hjá henni þar sem að bútasaumsefnin sem ég á hérna heima, ég hef búin að fá svolítið leiða að því að ég hef
voðalega lítið verið að kaupa af einhverjum nýjum efnum undanfarið. Þannig ég ákvað að kaupa svolítið slatta hjá henni til þess að svona lífga upp á það sem ég er með heima. Og þetta eru bútarnir. Þeir eru mjög stórir alveg örugglega. Ég er nú ekkert búin að taka þetta upp. Ef ég tek hérna bara þennan efsta út úr þessu og sé að þá er þetta svona bútar. Og þetta er alveg hægt að nýta í einhver stykki, bútarsstykki. Þannig að mér finnst það að vera svolítið svona, já, þetta á eftir að poppa þetta svolítið upp og þá kannski finn ég einhverja nýjar litasetteringar með bæði það sem ég nota þetta og svo gömlu efnin mín. Og ég hélt áfram að kaupa eitthvað svona sem að fólk vill ekki eiga. Ég fór í Rauða Kross búðina í Mjóddinni og þau eru með svona svolítið handafnuhorn þar og ég keypti ullarútsins hérna, 3 svona poka. Mér fannst þetta svo skemmtilegi litir og sá alveg fyrir mér að þetta væri eitthvað sem ég myndi vilja nota í eitthvað verkefni. Veit svo sem ekkert alveg núna hvað ég ætla að gera úr þessu. En þetta ullarútsins sem ég á eftir hérna heima, að það er farið að vera svolítið svona, já, ég er eiginlega búin að nota svona skemmtilegustu litina í öll þessi teppi sem ég er búin að vera að hekla og svona, þannig að mér vantaði svolítið kannski einhverja liti til þess að poppa það upp og þá hugsaði ég þetta væri gott í það að nota með þá mínu og ég keypti aðeins meira. Fólk er að setja í Rauða Krossinn gamlan útsaum og ég keypti þarna 4 stykki. Keypti þetta hérna. Mér finnst þetta svo skemmtilegi litir og form, eða sérst munstur. Og þetta hérna. Og ég hugsaði að þetta væri svolítið flott í tuðru eða púða. Eða eitthvað, jafnvel í bak á flík. Ég gæti þess að setja þetta eins og ég setti útsauminn sem ég gerði daginn og setti aftan á gallaskyrtuna mína. Þetta væri alveg hægt að setja á einhvern jakka eða eitthvað. Svo keypti ég svona og það er ekki búið að klára að sauma hérna upp alla leiðina. Þetta er mjög fallegt blóm og ég keypti þetta hér. Ekki það að mér vanti gamlan útsaum, en ég bara stóðst ekki freistinguna þegar ég sá þetta. Já, nú er að nálgast jólin og ég fór inn í kompu til mín, eða geymslu, og var að ná í eitthvað jóladót til þess að byrja aðeins að skreyta uppi og sá þá svona ýmislegt. Þar sem ég hafði gleymt að ég ætti og til að mynda að þá eru hérna 2 bútar og hér er annar. Þetta eru bútar sem að ég saumaði fyrir einhvern 3-4 árum og notaði blúndur, gardínur og hitt og þetta svona til þess að sem ég lagði á og saumaði þetta svo niður, notaði svona hverfiefni og festi þá alla bútana á undirlag með því að sauma yfir. Og gerði hjörtu, og ég ætla að sýna hérna. Og gerði ég svona hjörtu. Og sjáum við þetta. Já, ég gerði svolítið svona sletta hjörtum og seldi nokkur og
nota svo hérna í jólaskraut og gaf ykkur og svona. En ég var semst að spá í með þessa hérna 2 búta að finna mér eitthvað annað verkefni. Ekki gera hjörtu, já, nóg af þeim, heldur hérna gera eitthvað annað úr þessu. Þannig að þetta fór ekki aftur inn í kompu. Ég ætla að hafa þetta hérna og reyna að hugsa út hvað ég gæti gert úr því. Mér langar semst að finna eitthvað nýtt til að vinna. Já, þannig að hér svo sem ýmislegt sem að ég á hérna hálfklárað. Ég var byrjuð á einhverjum pokum, búin að sníða í einhverja poka og svona sem að ég á eftir að klára. Þannig að ég þarf að taka smá svona saumavéla sesjón hérna. Sitja svolítið bara við saumavélina og klára þessa poka. Og þá það kannski líka bara góð leið til þess að ég æfi með á þessari fínu saumavél sem ég keypti fyrir ári síðan og hef lítið notað. Og með því að vera að gera ykkur svona einfalda hluti að þá held ég að það sé góð leið til þess að venjast nýrri vél. Já, ég var náttúrulega orðin svo miklu vanari í gömlu vélinni minni og maður þarf alltaf svona smá tíma til þess að aðlagast nýjum hlutum og ég held að þetta sé bara ansi gott verkefni í það að sauma þessa poka. Ég man ekki hvort ég á hérna, jú. Ég hérna með nokkra poka sem ég búin að svona hálfsauma. Ef ég sný bara þessum við hérna, að þá þetta var eitthvað sem ég hafði þrykkt á óblíða léreft og fann hérna bara bakstykki í. Þannig að þetta nánast tilbúin. Hérna ég var bara eftir að setja höldur á. Svo var hér eitt sem ég var búin að setja svona saman búta á eftir að sauma þetta allt. Já, ég get lyft þessu. Þannig að þessir bútar verða framstykkið, eða ein hliðin og bakhliðin verður svo svona. Þannig að þetta eru nokkrir pokar sem að ég þarf að klára. Já, svo ætla ég að segja ykkur aðeins frá englunum mínum sem að ég að gera. Ég þæfi engla og þeir eru mismunandi. Ég byrjaði á þessu fyrir nokkrum árum og fór að selja og englarnir sem að ég byrjaði á, þeir voru allir með litlum kúlum. Þessu hérna eru komnar rauðar perlur en fyrstu voru bara giltir með gilt hár og svona. Svo þróaðist þetta hjá mér, ég fikk fyrirspurn hvort að ég ætti í silfur. Jú, ég gat alveg gert það, þannig að ég fór að gera bæði gull og silfurengla. Síðan fór ég að gera í svona litum, eins og hér er rauður og hér er svona brúnleitur, einhvers konar blár, bleikir. Ég er búin að gera úr ýmsum litum, bara eins og ullin, þessast kempurnar koma í hvaða litum kempurnar eru til. Og svo fór ég að nota perlur. Ég á svolítið mikið og gott perlusafn hérna, svona af litlum perlum, og þá fór ég að nota það. Skal við sjá. Þetta voru svona sporuskeilaða perlur. Og hérna eru svona eins og rörperlur. Þannig að já, ég varð svolítið leið á að vera bara að gera gull og silfur. Þannig að ég ákvaða aðeins að breyta svolítið til og setja svona smá variasjón í þetta hjá mér. En ég á svolítið góðan slatta af englum. Ég geri þetta oft í skorpum og ég var búin að gera svolítið slatta, þannig að
ég ákvað að bjóða þetta til sölu á tilboði á 1500 krónur stykkið, þannig að ef þið hafið áhuga að þá bara hafa samband við mig og þið getið fengið hjá mér. Ég var líka búin að hugsa með þessa engla að það væri svolítið gaman að bjóða upp á námskeið í þeim, í gerð englana, þannig að vinkonuhópur, saumaklúbbur eða eitthvað gæti komið eitthvað til mín eina kvöldstund og hver og einn gerði 2 engla og ég ætlaði þess að vera búin að gera þetta fyrir einhverju síðan eða auglýsa þetta fyrir einhverju síðan, en svo náttúrulega var COVID og allt þetta, þannig að ég einhvern veginn hætti við. Það er kannski of seint að bjóða upp á þetta núna, en ef einhver hefur áhuga að þá bara endilega hafa samband við mig og við finnum tíma. Þetta tekur eina kvöldstund og ég baka köku og hef kaffi og svona. Ég held að ég segi þetta þá gott í dag og ég býst við að koma hér aftur eftir halva mánuð. Ég var búin að tala um að hafa þetta svona vikulega, en ég er ekki byrjuð að taka viðtöl og var þá að hugsa mig, þá bara byrja ég á nýju ári á því að fá til mín fólk í viðtöl. Og mér finnst það vera svolítið spennandi og ég vissum að þið hefðu gaman af því að fræðast og sjá hvað aðrir eru að gera. Þannig ég segi bara takk fyrir í dag og við sjáumst eftir halva mánuð.